Já, velkomin að Rauða borðinu. Hér eru hefjast þáttur sem helgaður stjórnarkjöri í Eflingu, baráttunni Eflingu. Hérna eru komnar Ólöf Helga Adolfsdóttir sem starfandi varaformaður Eflingar og oddviti A-lista og Sólveig Anna Jónsdóttir sem fyrrum formaður Eflingar og oddviti B-lista, þeir eru formaðsefni þar. Og hér von á Guðmundi Baldursssyni sem í einhverjum vandræðum með rátirinn heima á sér. Og vonandi finnur hann út úr því og kemur bara inn í þáttinn seinna. En það sem mér datt í huga bara að byrja á að því að þetta náttúrulega fádæma spennandi kosningar í stærsta félaginu innan Starfsgreinasambandsins, félagi sem hefur leitt verkalýðsbaráttu á Íslandi í meira en heila öld, það félag sem inn í Eflingu. Og það eru lausir samningar í haust, þannig að Eflingafólk þarf að kjósa sér forystu núna til þess að leiða komandi kjarasamninga á svona spennandi tímum, það þegar við erum að koma út úr COVID og það svona alls konar sjónarmið uppi, vextir að hækka, mikil þrýstingur frá samtökum atvinnulífsins og fleirum sem að Seðlabankinn tekur undir að það sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir, húsnæðismarkaðurinn í messi og svona tvísýnt og erfitt að sjá. Þannig að fyrsta spurningin og ef ég má bara byrja röðina A, B og C, ef ég má byrja að spyrja þá, á hvað ætti Efling að leggja áherslu á í komandi kjarasamningum? Ólöf. Já, hvað ættum við að leggja áherslu á í komandi kjarasamningum? Fyrst náttúrulega mikilvægt að hafa í huga að kröfugerðin kemur náttúrulega frá félagsmönnum og svo vinna náttúrulega hafin en hefur ekki verið lokið, en það náttúrulega mikilvægt að leggja áherslu á húsnæðismál. Við þurfum að tryggja húsnæðisöryggi fyrir félagsfólk okkar og í rauninni bara allt launafólk á Íslandi. Þannig að við horfum mikið á það og svo viljum við fá viðurlög við launaþjófnaði inn núna með kjarasamningunum, enda eru félagsmenn Eflingar sérstaklega lenda mikið í þessu að fá ekki greidd rétt laun og það engin viðurlög við því og það bara galið. Við viljum líka lækka skattbyrði, sérstaklega lægstlaunað fólkið og horfum við þá á hækkun persónuafslátts. Þannig að eins og ég segi, svo náttúrulega kröfugerðin náttúrulega kemur frá fólkinu en auðvitað líklegt að við séum að tala launahækkanir og þess háttar. Sólveig Anna, hvað verða næstu kjarasamningar? Já, þeir verða náttúrulega afskaplega margt því að eins og öllum ætti að vera ljóst þá eru þær áskoranir sem að mæta verka og láglaunafólki á íslensku vinnumarkaði og kannski sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu afskaplega fjölbreyttar. Við munum náttúrulega fara fram, náum við að vinna þessar kosningar með sömu aðferðafræði og við höfum beitt með afskaplega miklum og raunverulegum árangri, með fjölskipaða samninganefnd, með félagsfólk í broddi fylkingar, með mikla vandvirkni í því að tryggja að lýðræðislegur vettvangur félagsfólks sé virtur og virkjaður. Það höfum við gert, það munum við halda áfram að gera. Við munum náttúrulega ekki sætt okkur við það að hagstjórnar mistök valdastéttarinnar eigi einhvern veginn að lenda sem enn ein byrðin á vinnuaflinu. Það auðvitað rétt sem að Ólöf segir, það félagsfólk í samninganefnd sem útbýr kröfugerðina. En ég get bara spurt ykkur, ég get spurt bara venjulegt fólk í Eflingu á hvað að leggja áherslu á og ég bara spyr ykkur þannig, hvað finnst ykkur? Þannig að ég veit að það félagsfólk sem mun ákveða þetta, en hvað finnst þér? Hvað myndir þú vilja að þið lagt áherslu á? Ég vil leggja áherslu á raunverulega allt. Ég lít svo á að sökum óumdeilanlegs mikilvægisins í efnahagslífinu, í þjóðfélaginu, þá eigi verka og láglaunafólk sem náttúrulega knýr áfram hjól atvinnulífsins, skapar hagvöxtinn með vinnu sinni og jafnframt algjörlega ómissandi fólk inn í öllum umönnunarkerfum, þá eigi það náttúrulega einfaldlega heimtingu á mannsæmandi tilveru, á launum sem hægt að lifa af,
á því að húsnæðismarkaðurinn sé ekki utan seilingar að öllu leyti. Þannig að það er mjög erfitt fyrir mig að fara einhvern veginn að pikka út eitthvað svona eitt og eitt atriði. Við viljum auðvitað líka berjast fyrir því að raunveruleg viðurlög verði við launaþjófnaði, að það verði ekki lengur einfaldlega bara auðvelt mál fyrir þá atvinnurekendur sem að vilja fara fram með þeim hætti að stela launum af verkafólki. Við viljum líka, og ég tel þetta afskaplega mikilvægt, tryggja það að sú vinna sem í gangi bak við tjöldin við innleiðingu einhvers konar samkomulags þar sem að svigrúmið svokallaða ákveðið fyrirfram og því svo útdeilt með afskaplega ósanngjörnum hætti á milli allra aðferðafræði sem tryggir það að þau sem að hafa mest fá mest og þau sem hafa minnst fá minnst. Þannig að það af mörgu að taka, en ég líka vil bara hvetja fólk til þess að fara inn á síðun okkar, efling22.is og skoða stefnurnar okkar sem eru vel útfærðar, fjölbreyttar. Þú veist, það náttúrulega bara, það svo ótrúlega margt. Það til dæmis sú fráleita staðreynd að verka- og láglaunafólk lifir mörgum árum styttra en hinn menntaða millistétt, að lífslíkur láglauna kvenna einfaldlega fara minnkandi. Þetta staðfesting á henni eitruðu stéttskiptingu og misskiptingu sem af henni leiðir, sem að hefur fengið að grassera í þessu samfélagi. Þannig að þegar ég horfist svona í augu við tilveru verka- og láglaunafólks, þá náttúrulega sé ég, og ég vona að aðrir sjái það, að það ekki 1, 2 eða 3 mál sem að þarf að setja á oddinn, heldur erum við að horfast í augu við tilveru þar sem að svona samtvinnuð efnahagsleg kúgun ásamt félagslegri jaðarsetningu hefur gert það að verkum að tilveran fyrir stóran hópa fólks einfaldlega biðin frá einum mánaðamótum til annarra. Ég geri mig grein fyrir því að það ekki hægt að vinna alla sigra í einum slag, en ég líka trúi því, af því ég hef séð að gerast, að sé samstaðan nógu öflug, þá hægt að vinna stóra sigra. Ok, herðu, Guðmundur komin inn, en svo stóð hann upp úr stólnum, þannig að við hann að koma. Þetta spennandi þáttur í þessu þætti, þegar Guðmundur kemur. Heyrir í mig, Guðmundur? Já, ég ágætlega þeirra, heyrðu þú mér? Já, bara með ágætlega. Herðu, það spurningin sem ég byrjaði á til þeirra og þau voru bara báða búin að svara sem sagt á hvað viljið þið leggja áherslu á í næstu kjarasamningum. Ólöf lagði áherslu á húsnæðismál, launaþjófnað og skattabreytingar. Sólveig tók svo sem undir það en sagði að þetta þyrfti raunverulega að leggja allt undir. Þetta væri sjálfur tilverugrundvöllur láglaunafólks sem hélt upp í samfélaginu sem að ætti að leggja áherslu á. Gætir þú svarað í ef ég væri að fara að kjósa í stjórnarkjöri Eflingar, á hvað vilt þú leggja áherslu á í næstu kjarasamningum? Já, það náttúrulega eins og komið hefur fram núna undanfarna daga og vikur að menn hafa miklar áhyggjur af húsnæðismálum og þetta sé að í einhverju ótrúlegu spíralu þessar hækkanir allar á húsnæði og líka náttúrulega leiguverð. Þetta að sjálfsögðu mikil áhyggjuefni og núna síðast í dag var Seðlabankinn að hækka stýrivextina 0,75. Þannig að þetta hefur allt saman áhrif inn á húsnæðismarkaðinn. En Guðmundur, hverjar eru kröfurnar? Það ekki nóg að koma fram að samningaborðinu með svona áhyggjur, voru að koma með einhverjar kröfur. Hvað viltu ná fram fyrir hönd félagi Eflingu í næstu kjarasamningum? Já, eins og ég var að nefna, það náttúrulega rík krafa að það verði komið á launaþækki og við gerum varðandi vaxtakjör og annað þessar að bankarnir hafi verið að skila alveg milljarði hagnaði og greiði í arðgreiðslur. Við getum notað þessar arðgreiðslur sem bankarnir hafi verið að greiða sjálfur sér. Við getum notað það til að greiða niður vaxtakjör fólks. Það verið að tala að það sé mikið af ungu fólki sem hafa verið að kaupa og langt yfir verði það sem auglýst á. Við verðum að koma til móts við þetta fólk að
einhver versta kjararýrnum fyrir fólki í landinu sem að borga, sem með 40-50 milljón krónar lán á húsnæðinu. Það segir sjálft að þetta gífurlegt áfall og auðvitað leggjum við mikla áherslu á þetta í næstu kjarasamningum að það verður komið til móts við þetta fólk og vextir haldist lágir. Það algjört frumskilið, þetta öllum til hagsbóta. Þess vegna leggjum við mikla áherslu á að vextum verði haldið niðri og ríkisvaldi kom inn og lækki álögur og lægst launuð á fólkið. Það algjört lykilatriði og það verður sótt fast einmitt til ríkisvaldsins til þess að koma til móts við vegna þess að þau eru runni ríkisvaldið langstærsti aðilinn sem getur komið til móts við láglauna fólk og að það verður að lækka skatta og einmitt passa upp á húsnæðisverð og vexti. Þetta okkar aðalmarkmið og þetta það sem allir að tala í dag. Ok, ég ætla að fara aftur þessa leið A, B og C, en svo fer ég einhver aðra leiðir síðar í þættinum svo að Ólöf sé ekki alltaf að byrja og Guðmundur alltaf enda, þannig að ég var eitthvað við því að ég fer ekki alltaf þessa leið, en ég ætla samt að fara eitt svona rúnd í viðbót. Og þegar við komum fram með svona, hvernig kröfuna getur litið út svona cirka bát eins og hægt að segja áður en að félagsmenn búa til kröfugerðina. Og þá það spurningin, hvernig sjáu þið komandi baráttu fyrir ykkur? Erum við að fara inn í hörð átök með verkfalli? Erum við að sjá fyrir okkur að Efling muni fara með starfsgreinasambandinu og ASÍ til þess að reyna að ná sem stæðstu árangri í samningnum raunverulega við ríkisvaldið, en minni kannski við fyrirtækjaeigendur? Efling mögulega að fara ein í verkföll og leiða einhverja breytingar? Ólöf, ef ég væri í félagi í Efling og væri að fara að kjósa í stjórnarkjöri, á hverju ætti ég von ef ég myndi kjósa þig? Já, það náttúrulega með við þau skilaboð sem við höfum fengið að það sé ekki tilneitt peningur fyrir launahækkunum og svoleiðis, þá náttúrulega horfum að pínu til þess að þetta verði svolítið erfiða viðræður og við förum náttúrulega í þær bara af hörku. En ég vil að sjálfsögðu byrja bara við samningaborði í samræðunum. En já, við munum alveg vera tilbúin í það. Ef að félagsmenn eru tilbúnir til þess að fara í verkföll og svo framvegis, þá gerum við það að sjálfsögðu. Það sem ég tengdi við, hvort að vera í samflot með starfsgreinasambandinu eða VR og verkefnisfélagi Akranes eins og var að hluta til síðast, vera í stóru samfloti með ASÍ, hver þinn hugur? A-listinn vill náttúrulega, við tölum mjög mikið fyrir bara samvinnu og einingu innan verkalýðshreyfingarinnar, við séum að vinna saman. Það þýðir samt ekkert endilega við séum búin að taka ákvörðun að afhenda samningsumboðið eitthvað svoleiðis, en í samfloti og í samningu þá ættum við að geta náð betri árangri. Má ég spyrja þig svona, þú horfir yfir sviðið, hverja utan Eflingar þú lítur á svona sem helst svona samstarfsfólk í komandi baráttu? Ég veit ekki, ég er mjög spennt fyrir að skoða með honum Ragnari í VR til dæmis að þá fjármagn frá lífeyrissjóðnum í uppbyggingu á óhagnaðardrifnum leigufélögum, fá fjármagn frá lífeyrissjóðnum í fjárfestingar þar. Það svolítið spennandi. En annars bara ég opinn fyrir samvinnu, það bara svoleiðis. Sólveig Anna, ef að þú leiðir Eflingu, getum við búist við hörðum átökum, stórum kröfum, úrslita orustu og annars vegar, þú veist hvernig sér fyrir komandi átök og svo hins vegar svona hverjir eru svona meðreiðarsveinar Eflingar í þessari baráttu? Á Efling að fara ein eða á hún að fara í samfloti með starfsgreinasambandinu, ASÍ eða eins og síðast VR og verkalýðsfélag Akranes? Geturðu gefið okkur einhverja hugmyndu það? Já, ég ætla bara að byrja á því að svara samflots spurningunni. Nú það þetta svo að samflot gengur aðeins vel, sé svona samstaða og sameiginleg sýn það hvert skuli stefna. Þannig að það þetta lykilatriði. Samflotið hjá okkur í lífskjarasamningunum síðast við VR og við verkalýðsfélagið á Akranesi
gekk vel vegna þess að við höfðum í mikilvægustu málunum sameiginlega sýn og skildum með svona, sameiginlegum hætti hvaða vegferð við vorum á. Við önnur félög, til dæmis eins og innan Starfsgreinasambandsins, þá náðist bara ekki sú staða og því fór sem fór. Þannig að það er ekkert á því græðandi fyrir neitt, ekki fyrir neitt félag eða fyrir félagsfólk að vera í samfloti, sé ekki svona stemning fyrir því að vera feta saman í sömu átt. Þannig að það þetta bara þarf að koma í ljós, en aftur segi ég það að það gekk afskaplega vel hjá okkur síðast. Við vorum samstíga og við stóðum saman og náðum raunverulegum árangri vegna þess. Hvernig svo stemningin verður, hvort að hörð átök verði og svo framvegis, þá er auðvitað bara ekkert tímabært að fyrir mig að kveða upp úr það, en það sem ég get auðvitað sagt er að lærdómur okkar er til dæmis í fyrsta lagi sá að það er ekki gott fyrir vinnuaflið, það er ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk að einhvern veginn setja baráttuna í hendurnar á sérfræðingum. Það skilar okkur mestum árangri þegar við sjálf erum á staðnum, þegar við sjálf finnum samstöðuna hvert með öðru við samningsborðið, þannig að það í það minnsta verður sú aðferð sem að við munum nota. Og svo ætla ég bara að segja við þessari spurningu hvort að einmitt átökin verði hörð eða hvort einhver svona orusta sé í nánd, sé það svo að atvinnurekendur, samtök atvinnulífsins og svo stjórnvöld sem auðvitað munu þurfa að koma að með svona stórum hætti, skilji við hvað er að fást í lífi verka- og láglaunafólks, skilji að kröfur okkar eru ekki gripnar úr lausu lofti, heldur eru byggðar á okkar lifaða raunveruleika, eru byggðar á þeim efnahagslega raunveruleika sem við búum í, og geta sýnt þessu skilning, þá auðvitað gæti sú stund mögulega runnið upp að einhvers konar upphaf á réttlátara samfélagi gæti hafist. Aftur á móti sé ég bara heiðarleg og skynsöm og svona nálgast þetta bara með svona samlega jarðbundnum hætti sem ég til að sé ávallt afskaplega mikilvægt fyrir fólk sem að tilheyri stétt verka- og láglaunafólks, þá tel ég næsta víst miðað við til dæmis aðferðafræði og svona nálgun til dæmis samtaka atvinnulífsins síðustu ár, þar sem að þau gerðu eins og okkur öllum vonandi minnistætt mjög harða og siðferðilega óverjandi aðför að kjarasamningshækkunum sem að fólk átti inni, ætluðu sem sagt að hafa þær af fólki á sama tíma eins og nú er að koma í ljós stærstu kapitalistar á Íslandi voru að hækka sín eigin laun margar milljónir. Skoði ég þetta, þá tel ég ekki líklegt að samtök atvinnulífsins og þau öfl sem að þar ráða för mæti með skynsemina og sanngirnina við samningaborðið, þannig að ég tel líklegt að við séum að fara inn í átakavetur og ég tel líklegt að vinnandi fólk muni þurfa að sýna og sanna enn eina ferðina hvers það er megnugt þegar að það ætlar sér að ná árangri í kjaraviðræðum. Svolítið, ég spurði Ólöfu svona, ég vissi ekki hvað ég átti að kalla það, ég kallaði meðreiðarsveina. Ragnar Þór yfirlýsti yfir stuðningi við þig og Vilhjálmur Birgisson og Aðalsteinn Árni Baldursson í þætti sem var hérna, ég veit ekki hvort hann hefði gert það næst þar. En þar kom líka fram í þeim þætti að þá var fólk sem bara lýsti andstöðu við þig, eins og núverandi einn af varaforsetum Alþýðusambandsins, Halldóra á Selfossi og fleiri.
Er þetta átakalínurnar í íslensku verkalýðshreyfingu? Það er þú og þessi sem ég nefndi sem að vilja styðja þig og svo er fólk sem er bara í andstöðu við þig og það þína stuðningsmenn innan hreyfingarnar. Er íslensk verkalýðshreyfing að klofna einhvern veginn? Ég held að þessi hreyfing hafi náttúrulega verið að glíma við auðvitað bara þau vandamál sem fylgja því þegar fólk er með mjög ólíka svona bara grundvallar sýn á það sem að við erum að takast á við. Eitt af því sem að kom mér mjög á óvart þegar ég tók við sem formaður 2018 og var að hitta formenn innan Starfsgreinasambandsins, hversu mikil andúð var á Vilhjálmi á Akranesi og hversu sumir formenn innan Starfsgreinasambandsins voru viljur til þess að orðana upphátt við mig jafnvel á okkar fyrsta fundi. Þarna skynjaði ég nýkomin inn að það var eitthvað svona óeðlilegt að mínu mati í gangi. Svo áttaði ég mig á því að þessi svona andúð til dæmis á honum, hún var afskaplega raunveruleg og bara kom fram víða. En ef ég svona stíga aðeins aftur og reyni að skoða þetta einhvern veginn án þess að vera að blanda persónum inn í málið, þá er það náttúrulega auðvitað svo og auðvitað er það svo rótin að andúðinni að það er náttúrulega bara grundvallar munur á sýn fólks til dæmis á það hvernig íslenska vinnumarkaðsmódelið svo kallað eigi að vera. Það er grundvallar munur á sýn fólks á því hvort til dæmis að það sé eins hættulegt og óskynsamlegt eins og hægt er að hugsa sér að fara inn í einhvers konar saleg módel eða hvort að það sé einfaldlega besta og eðlilegasta nálgunin á kjara viðræður og svo niðurstöðu þeirra. Ég hef þá afstöðu að ekkert muni koma verka á láglauna fólki verr heldur en að heimila áframhaldandi vinnu valdastéttarinnar við innleiðingu á saleg. Vilhjálmur deilir þeirri sýn, það gerir Ragnar líka, en ég meina að það er alls ekki þannig að það sé samstaða það að hafna því og það urðu mjög mikil áhrif. Má ég aðeins trufla, þegar maður svolítið mikið talað um saleg, en það vill enginn, þetta er svo nýfrjálshyggja sko, það er talað um nýfrjálshyggju, það vill enginn gangast við því að vera nýfrjálshyggjumaður. Maður heyrir eiginlega engan sem sko mælir með saleg. Fólk er svo kannski að segja að lífskjarasamningarnir hafi raunverulega verið eins konar saleg og eitthvað svona, en er saleg svona raunveruleg ógn? Eru líkur á því að ef þú tapar kosningunum, að þá renni hér upp saleg sem að muni móta verkalýðsbaráttuna næstu áratugina? Ég er nú ekki fara að nota einhverja svona saleg grílu til þess eitthvað að hræða fólk að kjósa mig. Ég vona að fólk kjósi mig og félaga mín á baráttulistunum einfaldlega vegna þess að þau sjá að við erum afskaplega svona sönn og heil í okkar baráttu. En það sem áður hét saleg heitir það náttúrulega ekki lengur vegna þess að það vörumerki er náttúrulega handónýtt og einmitt engin manneskja vill kannast við það að vera einhver saleg sinni, það er náttúrulega mikið tabú. Þannig að nú er þetta bara kallað eitthvað annað, þetta var kallað grænbók vinnumarkað og það átti að hefja mikla og intensífa vinnu við þá bók, þá grænbók sem að hefði svo þetta verið notuð til þess að breyta löggjöfinni. Þetta er kallað bætt vinnubrögð, það er þvaðrað viðræðu áætlanir sem að verði að standast. Þetta er í sáttmála ríkisstjórnarinnar, þá er þetta orðað mjög svona lauslega en þó upplýsandi, þar sem er talað auknar valdheimildir ríkissáttasemjara, standandi gerðardóm og svo framvegis, þannig að það er búið að taka saleg út og í staðinn er komin svona meiri svona orðasalatstemning til þess að fela hvað raunverulega er að gerast. Þannig að já, ég meina það er alveg rétt, það er enginn að fara að koma í ból með eitthvað svona ég elska saleg, en engu að síður. Við þurfum að vera skynsöm. Endurskoðum íslenska vinnumarkaðsmódelið, heitir það í dag. Þetta heitir það og
eitt af stefnumálum af því að þú fórst nú að spyrja svona hvort að ef ég er ekki kosin þá er það eitthvað svona saleg helviti á leiðinni. En eina af stefnum okkar er inn í einum af stefnumálum okkar sem að fjallar einmitt saleg sem að við viljum bara kalla það vegna þess að það er það sem þetta er að það verði eitt af forsendu ákvæðunum við undirritun kjarasamninga verði einmitt að verði einhverjar tilraunir til breytingar á löggjöfinni á Alþingi, þá sé samningurinn einfaldlega uppsegjanlegur. Herðu, Guðmundur, það sama spurningin, svona ef ég kýs þig sem félag í Eflingu, á hverju á ég vona? Á ég eftir hörðum verkfallsátökum? Á ég vona á að Efling verði hluti af kröfugerð Starfsgreinasambandsins? Gæti þú leitt Eflingu eina í svona kjaraviðræðum? Hvernig sérðu svona baráttuna fyrir þér? Það vantar hljóð núna hjá Guðmundi. Og þú hefur mútað eitthvað þar. Velkomin aftur. Heyrðu mér núna? Já, mjög vel. Nei, ég tel að við vinnum betur saman heldur en ein og sér og eins og Sóley sagði áðan að þá gekk okkur ljómandi vel síðast þegar vorum með Villa og Ragnari en enga síður að þá var náttúrulega að byrja kröfurnar frá fólkinu í félaginu, þar að segja grasrótinni og þar koma kröfurnar frá félagsmönnum og síðan förum við með þetta í sammenningu inn í samninganefndirnar og þar tala menn saman og stilla vopnin og ég ekki að fara að sjá það að Efling standi ein og sér í baráttunni og ég sé það fyrir mér að við gerum þetta eins og síðast að við ræðum saman og ræðum okkur að ákveðinni stefnu og við stöndum við það og ég held að reynslan sé okkur það að við erum mikið öflugri öll saman heldur en eitt og sér einhvers staðar. Þannig að ég segi það að við munum vinna þetta saman með öðrum félögum, eins og til dæmis Starfsgreinasambandinu og finna okkur sameiginlegan flöt á þeim samningum sem fara nú í hönd í haust og það verður ábyggilega mjög erfiðar samningar og við sjáum nú til dæmis Seðlabankana, hann nú strax farin að tala hættulegar launahækkanir í haust og það seti alltaf annan endan, við þekkjum þennan söng. Það ótrúlegt að Seðlabankinn skuli vera að skipta sér svona mikið af stéttabaráttu eins og hann að gera. Að það skuli allt fara á annan endan ef við fáum einhverjar krónutöluhækkanir að þá það náttúrulega alveg með ólíkindum að þeir séu að skipta sér að þessu og eins og ég segi við munum fara fram í haust við sameiginlega með öðrum félögum og ræða ef það gengur ekki upp að þá náttúrulega kemur eitthvað annað í ljós en ég mjög bjartsýnn á því að við vinnum okkur saman með öðrum félögum og mótum okkur stefnu saman bæði fyrir hönd okkar félagsmann og að ná góðum samningum við ríkið í formi skattalækkana og eins og ég sagði áðan varðandi húsaleigu og annað þessar að setja þak á þetta. Þannig að ég óttast ekki annað en að verði góð útkoma með því að vinna saman. Já, en Guðmundur, ég er að spyrja ykkur svolítið og ætla aðeins að ítreka það. Ég er að spyrja vilja ekki til þess að nota verkfallsvopnið sem er bara sterkasta vopn verkalýðshreyfingarinnar og það er ekkert óeðlileg spurning, það er ekkert ástæða til að fara eitthvað í kringum það. Þannig að spurningin er bara það að ef það fer í hart, væri þú til að leiða Eflingu inn í bara alvarlegt verkfall? Og því að ég held að sagan segi, eins og þegar vitnaði sagan segi maður náðu meira með ykkur samstöðu okkur list, en sagan segi líka það að verkalýðsforystan nær ekki árangri í samningaviðræðum nema að viðsemjendur átti sig á því að forystan hefur fólkið á baku sig og fólkið er í næsta herbergi eins og óð vísindahjörð tilbúin í átök. Og ég er að spyrja þig, ertu til í hörð verkfallsátök ef á þarf að halda?
Já, og sjálfsögðu erum við til í það og ekkert maður sagði nú við Sólveigu þegar hún lét hafa eftir sér í fjölmiðlum að henni hlakkaði til að fara í verkfall og ég talaði nú við hana og sagði henni að maður hlakkar ekki til að fara í verkfall og hún var ekki alveg sammála með þá. En að sjálfsögðu erum við tilbúin í að fara í verkfall ef við þarf að halda og við munum að sjálfsögðu geta því harða vopni til þess að fá okkar kröfum framgengt. Það er ekki nokkuð spurning mínum huga, við munum gera það. Ólöf, vilt þú svara til viljan til verkfalla? Myndu þið hlakka til að fara í verkfall, að vera með félögðinum í baráttu? Ég held að við bara verðum að gera það sem að félagsmenn vilja gera. Ef við komumst ekki nógu langt í samningaviðræðum þá bara verðum við að skoða alla möguleika og að sjálfsögur við tilbúin í það ef að félagsmenn eru tilbúinir. Já, Ögmundur var hjá mér í vinnuskúrnum daginn, hann var að tala gömul verkföll og hann sagði að þetta hefði verið bara gott, það hefði verið bara gefið fólki sjálfsvirðingu, að það væri ekki alltaf spurningu það hvort hún hefði ykkur launahækkun, heldur verðum við bara að sýna hvar valdið í samfélaginu liggur, það var hluti af verkföllunum. Hvað segir það, Ólöf? Snúast verkföll líka það að oft og reglulega þurfi bara verkaliðurinn að sýna það hver fer með völdin í samfélaginu. Finnst þér svona orðræða að passa við baráttu taktík eflingar í framtíðinni? Ég meina, er það ekki bara alltaf svolítið valdeflandi þegar maður getur sýnt hvað í sig býr og hversu mikilvæg maður er. Það er náttúrulega óþólandi hversu illa er, bara verkaliðurinn er bara ekki metinn. Skilur, þannig að sjálfsög er það valdeflandi að maður getur bara sýnt hversu mikilvæg maður er. Nú ætla ég að spyrja svona ákveðið mál og svona, ef við getum svona formað hvernig kröfurnar eða hugmyndir ykkar lausn á vandamálum væru. Og ég ætla að byrja á húsnæðismálunum og nú ætla ég ekki að byrja á A-listanum, heldur ætla ég að byrja á öfugt og byrja á C-listanum, Guðmundi. Kröfur þínar, hvernig þú vilt sjá lagfæringar á húsnæðiskerfinu, hver eru þær? Þú ert aftur með... Þá er það náttúrulega algjör krafa að, eins og til dæmis með leiguþak á leiguverði, við viljum, og ég heyrði nú í útvarpinu að því við erum að tala leigu, þá heyrði í útvarpinu morgun á þeim strákum á Bylgjunni. Þetta er það þú átt að vera og ég var mjög hrifinn af því. Og við þurfum leiguþak og það er náttúrulega, einhver var að benda á það að ástæðan fyrir því að fasteignamenn hefur rokið upp úr öllu valdi sé mest í sökudólgurinn borgarstjórnar Reykjavík og ég get mörguleyti tekið undir það vegna þess að það hefur verið lóðaskortur og það hefur verið þétting byggðar í Reykjavík og dýrustu svæðin og ekkert byggt af þessum litlu íbúðum. Og talandi fasteignaverð þá er náttúrulega alveg fáránlegt að vera með þetta inn í vísitölunni að þetta reifir yfir verðbólgunni og sem er náttúrulega alveg furðulegt en það hefur ráðherra ljáð máls á því að skoða það að taka þetta út úr vísitölunni. En aftur að húsnæðismálunum að það er lykilatriði að finna lausnir varðandi húsnæðismál vegna þess að þetta brennur á öllum Íslendingum og sérstaklega náttúrulega þessu lægstlaunuðu sem er að reyna að koma sér þaki yfir höfuðið og við getum rétt ímyndað okkur hvernig þessu fólki líður í dag þegar Seðlabankinn er að hækka þetta 0,75 í dag og hvaða áhrif þetta hefur á lægstlaunuðu hópana. Þetta er náttúrulega bara alveg skelfilegt fyrir þetta fólk. Og við verðum að finna einhverjar langtíma lausnir á þessu eins og til dæmis að það sem við verðum að viðra að taka húsnæðisverð út úr vísitölunni og við verðum að finna góðar og lausnir varðandi hvernig við getum aðstoðað þetta fólk þegar það er að fjárfesta í einhverju stærstu fjárfestingu sem það gerir í lífinu og þá þurfum við að vera með góðar lausnir hvernig við getum hjálpað þessu fólki að koma sér þaki yfir höfuðið. Þetta er orðið ástandið í dag er orðið reynasta skelfing. Já, en Guðmundur, ég er að spyrja það lausnirnar. Hverjar eru lausnirnar?
En það er Við veitum að ástandið er slæmt, þannig að við skulum ekki eyða of miklum tíma í það. Við erum öll saman það að ástæða húsnæðismarkaðurinn er óþolandi. Hver er lausnin? Lausnindar eru náttúrulega fólgnar í því að við finnum leiðir til þess að aðstoða fólk. Það hefur verið bent á aukin aðstoð við fólk við fyrstu kaup og það er hlutur sem þurfum að leggjast mjög grundigt yfir og finna einhverjar varanlega lausnir. Við sáum alveg hvernig Framsóknarflokkurinn gerði það árið 2000 að 90% lán og við sáum alveg hvernig það fór mjög illa. Við þurfum að leggjast mjög grundigt yfir þetta og finna varanlega lausnir og fyrir það fyrsta þá þarf náttúrulega að vera framboð á lóðum til þess að byggja. Það er ekkert framboð í dag af litlum íbúðum til þess að byggja á í Reykjavík. Í dag er Reykjavíkurborg að bjóða upp á Gufunes og upp á Höfða, en þá ættir að gera svo margt áður en það verður hægt að byggja þar, þá ættir að rífa þar fullt af húsum en við þurfum fyrst og fremst, pólitíkin þarf fyrst og fremst að koma inn í þetta og útvega góðar og ódýrar lóðir eins og til dæmis Bjarg var að gera hér upp í Gráveginum. Hver á að byggja? Á Bjarg að byggja? Á fólk að byggja sjálft í samvinnufélögum? Á fólk að byggja bara sjálft eins og í smáíbúðakerfinu? Hvernig sérðu fyrir þessum þróun húsnæðismarkaðarins? Er þetta leiguð húsnæði? Við erum nú svipum aldrei Gunnar, ég og þú, og ég man það nú sjálfur að þegar fólk var að byggja til dæmis í Grá í Fossvoginum, þá byggði fólk sjálft og fekk fólk nána ættingi og annað þess til að hjálpa sér. Í dag er þetta ekki hægt og eins og ég segi, við þurfum gríðarlega. Það vantar allt framboð af lóðum. Það er hvergi nokkuð þar neitt framboð. Borgin er með allt niðrum í þessu og þetta hefur þau áhrif að fólk er að fara hér í nágrannabyggðarlögin og þau eru tilbúin til þess að borga hærra lóðaverð og fasteignaverð heldur en hér í bænum. Og þetta hefur allt áhrif á þetta er allt snarhækkar og þetta er náttúrulega bara ekki hægt. Og verðum að finna einhverja varanlega lausn á þessu. Við erum að leita henni hérna í þættinum, þannig að ég held áfram að spyrja. Sólveig Anna, þú mátt leysa húsnæðiskreppuna. Hvað á að gera? Já, takk fyrir. Ég fagna ávallt áskorunum. Já, ok. En það sem ég fagna náttúrulega því að raunveruleg samtök leigjenda virðast vera að fæðast. Og það væri náttúrulega algjörlega stórkostlegt ef að þau myndu vaxa og dafna og svo væri náttúrulega frábært ef að einmitt sterk og öflug samtök leigjenda gætu svo raunverulega orðið eins og verkalýðsfélög að því leyti að þau gætu farið og samið bara hvað gæti talið eðlilegt leiguverð. Það er kannski svona góð framtíðarsýn og ég vona að þessi leigjendasamtök nái að vaxa og verða raunverulegt afl í þessu samfélagi sem við búum í. Nú er það náttúrulega svo að hér hafa verið í þessum málaflokki eins og mörgum öðrum framkvæmd eitthvað sem að hægt væri að kalla þetta nýja uppáhaldsorðið mitt, hagstjórnarmistök, þar sem að gríðarstór hópur af fólki flytur til Íslands til þess að vinna, til þess að vinna alla þá miklu vinnu sem að hér verður til þegar að túrista uppgangurinn hefst í kjölfar hrunsins. En það er ekkert húsnæði byggt til þess að taka við þessum risastóra hópi af fólki. Þetta er náttúrulega með miklum ólíkindum að hugsa tilbaka og horfast í augu við það að fólki sem fór með völd í þessu landi gat einhvern veginn ekki sýnt nægilega skynsemi til þess að átta sig á því að það væri óráðlegt að vinna hlutina með þessum hætti, en kannski
voru þetta ekki mistök, kannski var þetta bara einfaldlega trúin, hinn svona ofstækisfulla trú á hinn frjálsa markað, að þetta myndi einfaldlega einhvern veginn leysast með aðkomu hinnar ósýnilegu handar og að á meðan þá væri þarna komið frábært gróða tækifæri fyrir fjármagnseigendur og auðvald sem að auðvitað varð svo raunin á kostnað þeirra sem að ekkert hafa á milli handana. En svona ég ætla að hvetja þig alveg eins og ég hvet Guðmund að við vitum greininguna, þetta góðar greiningar hjá okkur, en ég að spyrja lausnina, hvernig húsnæðismarkaðurinn sem við eigum að krefjast og hvernig eigum að byggja hann upp? Ég ætla reyndar að fá að vera ósammála þér með það. Ég held til dæmis að þessi greining svokallaða sé einmitt ekkert sérstaklega eitthvað svona sérstaklega umrætt, en allt góðu, við skulum ekki vera að fókusera á fortíðina. En það sem að þarf náttúrulega að gera að ráðast í markvissa stórtæka uppbyggingu á húsnæði fyrir vinnandi fólk og fjölskyldur þeirra. Það á endanum auðvitað eina lausnin sem í boði. Við getum ekki staðið í einhverju svona alkemíu að vera einhvern veginn að reyna að snúa einhverjum tökkum hér og öðrum þar. Við vitum hvað þarf. Það þarf að breyta því að hér sé ekki húsnæði og það þarf þá að byggja húsnæði. Það auðvitað verkefni sem að margir geta komið að. Stjórnvöld eiga auðvitað að axla sína ábyrgð í þessu máli, þau eiga að axla sína ábyrgð gagnvart borgurum þessa lands og sjá til þess að húsnæði sé ekki lúxus, heldur viðurkenna að húsnæði auðvitað bara grundvallar þörf og þar af leiðandi mannréttindi. Lífeyrissjóðirnir eiga auðvitað að taka þátt í þessari uppbyggingu. Þeir sitja á risavöxnum fúlgum fjár sem auðvitað eign sjóðsfélaga okkar vinnandi fólks og það auðvitað ólíðandi að það megi einhvern veginn ekki nota þá peninga í það að tryggja hér aðkomu, eða tryggja hér mannsæmandi húsnæðismarkað fyrir fólk. Já, þannig að þetta auðvitað stóra svarið við þessari stóru spurningu og aftur vil ég bara svona fá að segja að ég held að við verðum að horfast í augu við það að tími smáskammta lækninga og tími alkemíu nálgana sem að skila svo endanum annarkvort engum árangri eða allt of litlum liðinn. Hér var byggt upp raunverulegt húsnæðiskerfi sem virkaði fyrir stóran hóp vinnandi fólks. Við höfum gert það áður og við eigum auðvitað bara að sýna þá dirfsku og það hugrekki sem þarf til þess að ráðast í stórt verkefni sem við getum svo á endanum öll verið stolt af. Já, og ég held að þú talir hana reynslu, ef ég man rétt að þá ertu alin upp í verkamannabústöðum. Sannarlega, ég alin upp í blokk í Breiðholtinu verkamannabústöðum og það var bara frábær íbúð sem okkur leið bara mjög vel í og já, auðvitað bara ekki svo sem meir það að segja, nema það var bara góð reynsla. Ég bjó lengi í verkamannabústöðum, við viljum fá stórt opinbert húsnæðiskerfi með aðkomu verkalýðshreyfingarinnar. Það er það ekki málið, Ólöf? Hvernig ætlar þú að ég skelli á mesta vandamáli, efnahagsvandamáli láglaunafólks og raunverulega alveg upp í millitekjufólks sem húsnæðiseklan, það sem hefur skrúfast upp húsnæðisverð, þannig unga fólki getur ekki keypt sér, leiguverð orðið bara mesta áþján sem að ætla sig ekki á svona 25.000 fjölskyldur sem að bara leiguverðið stærsta vandamáli í lífið þess, svona efnahagslegu lífi. Hvernig þarf að leysa þetta? Já, það bara eins og Sólveig segir, það náttúrulega mikilvægast að fara í stórtæka uppbyggingu og eins og ég sagði áðan þá horfum við mikið til þess einmitt að fá lífeyrissjóðana inn með fjármagn og að sjálfsögðu stjórnvöld líka, enda þurfa stjórnvöld eins og Sólveig segir að axla smá ábyrgð þarna. En við viljum líka horfa á leigubremsu á almenna markaðnum af því að það náttúrulega það tekur tíma að byggja upp og sjálfsögðu getum við ekki byggt bara mörg þúsund íbúðir á einni nóttu, þannig að við höfum verið svolítið að skoða danska fyrirmynd af leigubremsu sem kerfi sem hefur bara virkað mjög vel. Þannig að við teljum að það gæti bara komið vel inn einmitt á móti óhagnaðardrifnu leigufélögunum. En já, eins og ég segi, þá þetta náttúrulega mikilvægast að fara í uppbyggingu, en það bara vöntun og húsnæði.
Ok, þetta var húsnæðismálin. Við erum með svo stór mál til umfjöllunar, þannig að það er bara þannig, af því að það sem snýr að verkalýðshreyfingunni er mjög stór mál. Mér langar að tala um lífeyrissjóðina og Sólveig nefnt á tvisvar, þannig ég kýs að byrja á henni núna. Þetta er náttúrulega skrítið fyrirbrigði, en verkalýðshreyfingi ber svona svolítið ábyrgð á þessu. Þetta er fyrirbrigði sem áorði hér annarkvort stórfyrirtæki. Þetta er fyrirtæki sem eru að okra á almenningi. Þetta er eins og komið fram til dæmis sambandi við N1, það er lífeyrissjóðnir stórir aðilar þar inni. Lífeyrissjóðnir eru einhvern veginn alltumliggjandi og þetta er eftirlaunin launafólks í landinu sem að raunverulega að keyra áfram. Ég held að sé ótt að segja bara hákapitalískt kerfi, þar sem að bara markmiðið er að ná sem mestum hagnaði og arði út úr fyrirtækjum, halda niður í launum, halda upp í verði til þess að sé að greiða sem mestan arð út úr þessu. Þetta stærð lífeyrissjóðnar er orðin tvöföld landsframleiðsla. Þetta er ógnar stór fíll í búðinni. Hvað mun ekki koma að því einhvern tímann að verkalýðshreyfingin þarf eiginlega að ákveða sig hvað hann ætlar að gera við þetta fyrirbrigði? Hvað eigum við að gera við lífeyrissjóðina? Já, ég get ekki undir það að það hlýtur að koma að því og ég til að það gerist fyrr frekar en síðar að verkalýðshreyfingin fari í einhvers konar svona uppgjör innan búðar, þú veist, með viðhorfið innan hreyfingarinnar gagnvart þessum sjóðum, vegna þess að það er náttúrulega mjög mikil bara svona hugmyndafræðileg átök hvað sjóðirnir einhvern veginn, þú veist, hvað þeir eru, hvað hlutverki þeir eru að gegna, hvernig hreyfingin á að beita sér. Og eins og með Salex sem við ræddum áðan, þá eru þarna bara grundvallar, það er bara grundvallar munur á því hvernig fólk innan hreyfingarinnar sér þessa sjóði. Það sem að við höfum náttúrulega verið svona kannski svolítið að einblína á þegar við höfum verið að fara í gegnum svona okkar stefnumál á baráttulistanum og höfum verið að svona ræða okkur niður á það hvað við viljum fara fram með. Varðandi lífeyrissjóðina, þá er það tvennt. Það er náttúrulega algjörlega óþolandi að verka á láglaunafólk skuli vera hinir raunverulegu sjóðsfélagar, eigendur sjóðana en hafi engin völd. Við erum algjörlega jaðarsett. Við höfum í raun engin tækifæri til þess að koma okkar skoðunum að þegar kemur að því að móta stefnu sjóðana, þegar það kemur að því að móta í hvað fyrirtækjum skuli keypt og hver fjárfestingarstefnan sé. Og þegar við höfum svo reynt einhvern veginn að koma okkar sjónarmiðum að, þá er því bara vægast sagt illa tekið, ekki bara innan þessarar svona elítu sem að rekur og til þess að eiga sjóðuna heldur auðvitað bara í til dæmis allri pressu, fjölmiðlum, atvinnurekanda, Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og svo framvegis. Þið hafið náttúrulega séð þær heiftuðu árásir sem að hafa til dæmis unnið á Ragnari Þór þegar hann hefur dirfst að fara fram með einhverja kröfu það einmitt að fólki sem á sjóðuna megi hafa eitthvað þá að segja. Þannig að við til dæmis viljum innleiða og nota næstu kjarasamninga til þess að einhvers konar öryggisventill sé innleiddur að möguleikar sjóðsfélaga á því að hafa einhverja aðkomu og einhverja stjórn séu til staðar, að það sé hægt að knýja á atkvæðagreiðslu þegar kemur að umdeildum ákvörðunum varðandi fjárfestingar og svo framvegis, vegna þess að ef við höfum það ekki, þá eru til dæmis þær svona samfélagsstefnur sem að sjóðirnir hafa sett sér algjörlega gagnslausar og innantómar eins og þetta hefur svo komið í ljós. Annað sem við höfum fókuserað á þegar kemur að lífeyrissjóðunum er svo fráleita og óverjandi staðreynd að meðan að svona pressan er á það fólk þurfi að vinna lengur, að sjóðirnir þurfi að muni ekki einhvern veginn geta viðhaldið sér nema að fólk vinni lengri ævi, þá mun það auðvitað bitna
með mjög harkalegum hætti á verka á láglaunafólki sem slitið á sál og líkama eftir að hafa stritað alla sína ævi og á auðvitað skilið að geta hætt að vinna frekar en síðar þegar að það er komið á efri ár. Þetta hef ég séð bara í samtölum við fullorðið verkafólk. Þetta er eitthvað sem skiptir þau mjög miklu máli og það hefur verið til dæmis mjög áhugavert og svona bara lærdómsríkt fyrir mig að eiga samtöl við aðfluttar verkakonur sem eru að komast á efri ár, sem eru búin að svona sjá það hversu hið umla arðrán sem hefur verið ástundað á þeim einhvern veginn á svo bara að halda áfram í gegnum lífeyriskerfið. Þetta er auðvitað eins og þú veist, risa stórt mál og þarna eru átök. Þau eru oftast bak við tjöldin, þau springa svo út alltaf með reglulegu millibili og fara einhvern veginn fyrir augu fleiri. En já, ég held að það sé óumflýjanlegt. Ég held að við séum hratt og örugglega að komast á þann stað að endurskoðun á þessu kerfi og því hvað það þýðir fyrir verka- og láglaunafólk að halda þessu bákni öllu uppi. Þessi skoðun sé bara algjörlega óumflýjanleg og hún sé sannarlega tímabær. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að svona stytta máli ykkar aðeins. Ég þarf ekki að gera það við Ólöf, þetta er ekki langorð. En varðandi lífeyrissjóðina, komin tími á að verkalýðurinn gerir kröfu það að fá stjórn yfir eftirlaunasjóðunum sínum? Það samningsatriði eða lífeyrissjóðakerfið svona heilt yfir gott og jákvætt? Er það ég? Ólöf. Já, það er það. Herðu, já. Að sjálfsögðu, það er margt sem að þarf að huga að í lífeyrissjóðakerfinu, alveg eins og Sólveig bendir réttilega á. Við höfum einmitt núna bara á meðan við Sólveig vorum saman í stjórn, svolítið einmitt rætt með þessar ábyrgar fjárfestingar og hversu erfitt er að fá því framfylgt að gildi sem dæmi bara gera eitthvað þegar við erum raunverulega að sjá fyrirtæki sem að þau fjárfesta í sem eru til dæmis að brjóta á réttindum launafólks. Svo eins og ég sagði, við viljum alltaf fá lífeyrissjóðina til þess að fjárfesta sem skiptir okkar félagsmenn máli. Þannig að sjálfsögðu það er alveg tímabært að mér finnst náttúrulega mikilvægt að sjóðsfélagar hafi aðeins meiri völd heldur en atvinnurekendur. Það er náttúrulega það er svona kannski að skrýtnasta í mínum huga, það er að við séum bara með jafnmarga fulltrúa í stjórn eins og atvinnurekendur. Svo er það annað, ef ég má halda áfram að spyrja þig lífeyrissjóðina, Ólöf. Það eru komið svona mismunandi sjónarmið það hvort að félögin eigi að vera með stjórnarmennina eða hvort að sjóðsfélagar eigi að geta kosið beint félagsmenn. Þetta er spurning sem að kemur inn á þráðinn frá Kára Jónssyni. Má ég spyrja því, myndirðu vera fylgjandi því að félagar í lífeyrissjóðnum gætu sjálfur kosið stjórnina? Veistu, mér finnst sú hugmynd mjög áhugaverð, en ég er ansi hrædd við að þá gætu við mögulega verið einmitt farin að sjá bara fram á að fjármagnseigendur gætu verið með stórar kosningabaráttur, skilurðu. Þannig að það er flókið að segja nákvæmlega hvað verið best, en ég hefði áhyggjur af því þar. Þannig að ég myndi fara mjög varlega í að opna bara einhvers konar kosningu fyrir alla. Guðmundur, má ég byrja á spurningunni til þín, Guðmundur, varðandi lífeyrissjóðina á þessari spurningu? Finnst þér það góð krafa að sjóðsfélagar sjálfur geti kosið stjórnina? Ef ég má aðeins fara tilbaka Gunnar að tala íbúðunar á að nú eru ferðarþjónustan að fara af stað aftur og menn eru mjög bjartsýnir á gott sumar og haust þá var það menn átt að segja á því að það vantar fullt af fólki til þess að vinna í ferðarþjónustunni og þá erum við að tala erlend vinnuafl og hvar á það að vera? Airbnb var stórtæk og það er spurningum að skoða það hvort ég banna það reyðilega vegna þess að ef við erum að tala að það vanti jafnvel þúsundir manna til þess að vinna í ferðarþjónustunni eitthvað þarf þetta fólk að vera
og þetta hlutur sem við verum að skoða mjög vel og við vorum að tala íbúðunar áðan varðandi hérna að það ekkert byggt nema á dýrum svæðum. En varðandi lífeyrissjóðina, það verður talað það að lífeyrissjóðirnir séu bankastofnanir eða lánastofnanir fyrir atvinnulífið og talandi það að við borgum í þessi lífeyrissjóði og það helmingurinn af þeim sem sitja í þessi lífeyrissjóðum eru atvinnurekendur og einhvern kann að þykja það afar furðulegt að hvað eru atvinnurekendur að gera í sjóðum okkar og jafnvel að lána úr þeim. Höfum við ekkert það að segja og eigum við ekki að stjórna þessi lífeyrissjóðum. Ég segi fyrir mig, jú, auðvitað að gera það og það er alveg furðulegt að það skulle ekki vera löngu komið. Við eigum reyndar að fulltrúa þar inni. Stefán, hann er varaformaður í Gildi. Við þurfum að eiga mikið meiri ítök þar inni og eins og ég var að nefna áðan að þetta skulle vera einhvers konar bankastofnanir fyrir atvinnulífið. Við þenkjum, eins og vorst að tala áðan að lífeyrissjóðir eru stórir eigendur í fyrirtækjum í landinu, til þess matvörumarkaðnum. Ef ég maður rétt að þá er 70% af markaðnum og við erum netti til þess að borga í þetta. Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum og einhver stjórnarmálamaður sagði hér fyrir nokkur mánuð síðan að það ætti að reka lífeyrissjóðan úr landi til þess að fjárfesta vegna þess að eðlilega náttúrulega þegar lífeyrissjóðir að fjárfesta hér á Íslandi, til dæmis í ferðaþjónustunni, að þá var náttúrulega skekkir þetta heilmikið samkeppnisstöðuna fyrir hinum og það saman náttúrulega við matvælamarkaðinn og fleiri sviði. Þetta er náttúrulega skekkir heilmikið samkeppnisstöðu fyrir þá sem er að berast á þessum markaði vegna þess að lífeyrissjóðirnir náttúrulega fullir af peningum og ekkert vandamál að reka þessi fyrirtæki vegna þess að eins og sagði áðan að þetta er með fulla vasa peningum og auðvitað og ánáttúrulega reka þessa stóru sjóði úr landinu vegna þess að þetta skekkir alltaf eins og ég sagði áðan, þetta skekkir alltaf samkeppnisstöðu fyrir fólk í landinu. Þetta er bara alveg furðulegt. En höfum við efni á því, Guðmundur, að taka næstu í 20% af launum landsmanna og flytja úr landi? Já. Það var ekki eðlilega að nýta þetta bara inn í hagkerfinu hjá okkur? Já, við höfum nú reynsluna því að vera með þetta inn í landinu. Við erum pínt til þess að borga í þessu sjóði og svo er þessi sjóðir að, eins og ég sagði áðan, inn í alls konar fyrirtækjum og þessi fyrirtækjur okra okkur. Hvað er upp með þetta? Auðvitað er að fara út með síni fjárfestingar. Þeir eru ekki skekkja markan þetta heima. Þetta er náttúrulega algjör fyrra. Þú veist, þetta er svo furðulegt og öll þessi klíka í kringum þetta. Þetta er alveg með ólíkindum. Og auðvitað að reka þetta á landi. Herðu, áður en þátturinn byrjaði þá hvöttu við fólk til að senda spurningar inn á þráðinn og svo að kannski fólk að ég teki eftir í það þá hef ég flettað inn í það sem ég hef verið að spyrja. Það eru margir spurt svona sömu mál og ég hef svona safnaði saman í spurningum húsnæðiskerfi og fleiri þætti. En það eru nokkra spurningar sem mér langar að pröfa og að spyrja ykkur og ég hvet ykkur aftur núna hvort við getum tekið svona aðeins hraðari takt í þessu og núna ætla ég að fara öfu og röð, taka CBA og spurningin það kemur frá Birni Reyni Halldórssoni sem að spyr hver telur þú vera hugmyndafræðilegan mun á þér og öðrum mótframbjóðendum? Þetta er spurning það, hvað er sérstakt við þig sem er ólíkt hinum? Guðmundur. Tala með, spurningin til mín. Já, það er til allra sko, ég ætla að trilla og þetta er stutt. Nú er það stuttusvörin. Það er eitt af því sem að kjósendur í kostum og Eflingar þurfa að meta núna. Hver er bestur í að svara stutt? Því að þið verðið náttúrulega, ef þið verið formenn, þá verðið þið á mörgum svona skringilegum vettvangi opinberrar umræðu, þar sem þið fáið bara skamman tíma til þess að svara. Þannig að nú er spurningin, Guðmundur, hver er hugmyndafræðilegu munur á þér og hinum? Já, hugmyndafræðilegu munur á mér og hinum það að ég vil stofna litlar 5-mannastjórnir, taka grasrótin inn í félagið og fá þar með hugmyndir beint frá vinnustöðunum inn í Eflingu til þess að við getum haldið áfram að vinna þetta inn í samninganefndirnar sem koma núna í haust. Ok, Sólveig Anna, nú er þetta bara stuttusvörin. Sólveig Anna, hver er hugmyndafræðilegu munur á þér og hinum? Þá
að Já, ég trúi, heyrðu í mér, Já, ég heyri þér fyrir. munurinn sá að ég trúi af öllu hjarta á það að markviss herská stéttabarátta sé hreyfi aflið í samfélaginu og að ef verkafólk stendur saman þá getur það náð stórkostlegum árangri, ekki aðeins í að bæta eigin lífskjör, heldur í það að umbreyta samfélaginu og gera það að réttlátu, góðu samfélagi þar sem að öll geta vaxið og dafnað. Ok, Ólöf Helga, það er spurningi frá Birni Reyni Halldórssyni. Hver er munurinn, hugmyndafræðilegu munur á þér og hinnum frambjóðendum? Ef einhver er. Já, ég ætla ekki að vera sammála Sólveig að það sé munur, við erum held ég öll sammála því að það sé mikilvægt að fara fram og vera ákveðin í þessu öll saman og hversu mikilvæg við erum, en mín hugmyndafræðilegi munur er í rauninni kannski samvinnan. Ég til okkur geta bara barist saman hlið við hlið þrátt fyrir að við séum misjafna hagsmuni. Við getum alveg barist fyrir hvort annað líka. Þá byrja ég á þér núna, Ólöf. Það er spurning sem kemur frá Sæþóri Benjamín Randalsinni sem er það, hvernig ætlarðu að ná almennum félögum til þátttöku inn í Eflingu í starfinu þar? Ég ætla bara að reyna að fara og hitta fólk og kalla það saman inn á fundi og svo vil ég bara fara á vinnustæðinu. Ég vil heilsa upp á fólki. Ég held að í gamla daga þá hafi mér sem formenn stéttarfélaginu að fara í heimsóknir bara reglulega á vinnustæði. Þannig að ég er bara mjög spennt fyrir því. Sólveig Anna, hvernig ætlarðu að örva grasrótarstarfið í Eflingu og ná fólki til þátttöku í verkefnisbaráttunni? Já, verði ég kjörinn formaður og félagar mínir í baráttulistum komið með mér í stjórn, þá munum við náttúrulega halda ótrauð áfram á þeirri braut sem að við höfum verið á og sem að hefur einmitt sýnt og sannað að er mjög gagnleg til þess að fá félagsfólk með og til þess að virkja hérna margum ræddu en fá og sjaldséðu grasrót. Við höfum gert okkar allra besta til þess að gera fundi aðgengilega með því til dæmis að tryggja að aðflutt verkafólk geti komið og tekið þátt, en svo höfum við þetta bara sýnt það og sannað að við erum ávallt ekki bara vilju heldur sækjumstu eftir því með mjög markvissum hætti að félagsfólk sjálft leiði sína baráttu. Og svo verði nú að fá að segja hér að lokum að Ólöf segir að það hafi verið í gamla daga þannig að formenn hafi heimsótt vinnustæði. Sólveig, það er engin lok á þessu, ég á eftir að halda áfram lengi, ég bara nú erum við í hálfleik að taka stuttuspurningarnar. Stuttusvörunum. Já, því Ólöf sagði að það hefði bara verið í gamla daga að formenn hefði heimsótt vinnustæði, en ég get nú bara sagt að leið og ég mátti fara að heimsækja vinnustæði eftir að COVID svona aðeins lagaðist síðasta haust, þá bara gerði ég það með mjög markvissum hætti, bæði til þess að eiga samtali við félagsmenn, en ekki síður til þess að fara og standa við hlið þeirra í þeim kjara svona slögum sem að þurfti að taka og oft með bara mjög raunverulegum og góðum árangri. Guðmundur, þessi spurning er eiginlega að þú gafst eiginlega svarið áðan við hinni spurningunni, en ég ætla að spyrja þessu. Hvað þarf að gera til þess að ná grasrótinni innum almennu félögum til virkra þátttöku inn í baráttu Eflingar? Nákvæmlega það sem ég var að segja við áðan, eins og réttilega sagðir, að eina leiðin til þess að fá fólk til að koma inn í hreyfingun og segja okkur frá því hvað brennur mest á þeim, hvað er að hjá ykkur vinnustaf, hverju viljið þið breyta? Og við gerum það með því að fá þessa litlu stjórnin inn í Eflingu og deildaskipta þessu, eins og ég sá það, og jafnvel skoðum við það að eins og með trúnaðarráð að greiða fyrir það alveg eins og stjórnarmönnum og nákvæmlega eins og þessi 5 manna stjórnir, að þeir fá greitt fyrir fundarsetu og það er eina leiðin held ég til þess að fá fólk til þess að koma inn í Eflingu með hugmyndir, hvað er hvað sækir mest á það á sínum vinnustöðum, hvað er að sækja á vinnuvendur til þess að fá hluti til þess að verða betri hjá ykkur. Þetta er langbesta leiðin til þess að heyri í fólki og hvað brennur mest á. Þá byrjaði núna á Sólveigu og fer svo í C-listan og enda á A-listanum og það er spurning frá Árný Elínborgu. Hvaða hæfileika þarf formaður Eflingar að hafa? Já, mér langar nú bara aðeins að segja og ég verð að fá að gera það, að trúnaðarráð fær nú þegar greitt fyrir fundarsetu vegna þess að þau fá félagsgjöldin sín endurgreitt og þetta var reglugerð sem að við
innleiddum og bara gekk bara rosa vel og fólk var mjög ánægt fyrir, þannig að það nú leitt að Guðmundur hafi mist af þessu því að þetta er þegar við líði. Hvaða eiginleika þarf formaður að hafa? Ég held reyndar að fólk geti og eigi að vera alls konar og að persónuleiki hverrar manneskju geti notið sín í fjölbreyttum aðstæðum, en ég held að sé mjög mikilvægt að formaður sé með færni til þess að hlusta, til þess að meðtaka upplýsingar. Ég held að sé mjög mikilvægt að formaður geti sett sig í spor félagsfólksins, geti sýnt samhygð þegar það segir frá kjörum sínum. Og svo held ég auðvitað að það sé afskaplega mikilvægt að formaður sé ágætlega rökfastur, hafi greiningu á hið kapítalíska samfélags sem að vinnuaflið dvelur inn í og að lokum að formaður sé hugrakkur, sé óhræddur við að stíga fram, leiða baráttu, verða óumflýjanlega skotmark alls konar óvina sem að munu ráðast að formanni sé hann að beita sér með öflugum hætti. Og að lokum, kannski alveg að lokum, að formaður geti samt glaðst yfir baráttunni þrátt fyrir hún sé erfið, geti glaðst yfir því að fá að vera með félagsfólki, bæði þegar vel gengur en líka þegar hlutirnir eru erfiðir, vegna þess að þá er það náttúrulega samstaðan sem að skiptir máli og sé formaður öflugur, þá getur hann búið til góða samstöðu hjá fólki. Guðmundur, hverju svarar þú Árný í Elinborgu? Hvaða hæfileika þarf formaður í Eflingu að hafa? Formaður Eflingu, hann þarf að vera mikill diplomati og hann þarf að geta að tala við alla og hann þarf að hafa starfsfólki með sér og hann þarf að geta að tala við alla. Alveg eins og með fólki á skrifstofunni, það þarf að vera með fólkinu. Það er eiginlega svona allt það sem ég get talið upp eins og Sólveig Anna er búin að vera inn á skrifstofunni, alveg þveröfugt það sem ég myndi vilja gera. Og ég myndi ekki vera að kasta alltaf einhverjum helvítis fílubombum út í allt og alla og ég vil geta að tala við alla. Ekki vera með einhverjar, eins og ég sagði, fílubombur. Ég vil hafa allar brýr opnar, ég geti labbað tilbaka og talað við fólk. Ég geti samt verið harður. Ég þarf ekki að vera með einhver skítkast út í allt og alla og finna mér óvinni allstaðar. Ertu þá að segja það, Guðmundur, að þú sért allt það sem að Sólveig Anna er ekki og ekkert af því sem Sólveig Anna er? Nákvæmlega, ég er bara allt annar, ég get ekki tekið við gagnrýni og lært af henni. Ég segi það alveg eins og er og ég tala við fullt af fólki og ég get talað við alla. Ég fer ekki einhverjar skotgrafir og kasta einhverjum bombum. Það er ekki rétta aðferðin fyrir formann Eflingar. Formaður Eflingar þarf að geta talað við alla og hann þarf að vera harður í samningum og það er ekkert sem kallar á það að vera einhverjum djöfulgangi á látum. Við getum að tala, það er rétt þótt. Við erum í stuttusvörunum, ég ætla aðeins að svindla því að þetta var svo kostulegt hvernig Guðmundur orðaði þetta. Má ég spyrja þig, Sólveig Anna, ert þú allt sem að Guðmundur er ekki og ekkert af því sem að Guðmundur er? Ég bara þekki Guðmund einfaldlega ekki nógu vel til þess að geta svarað þessari spurningu. Ég hef bara ekki svo oft heyrt Guðmund bara svona tjá skoðanir sínar. Hann hefur ekkert endilega mætt á eitthvað ofsalega marga fundi. Hann hefur ekki svona kveðið sér oft hljóðs á fundum, þannig að ég verð að segja að núna bara í kvöld er ég kannski bara svona í fyrsta skipti eitthvað heyra hans sín. Þannig að ég bara treysti mér ekki til þess að svara þessu. Herðu, Ólöf Helga, það er spurningin frá henni Árný í Elinborgu sem er síðasta spurningin sem ég tek af þráðunum. Ég held að ég hafi svona farið ágætlega yfir það
Og það vekur svolítið athygli að því að umræðan Eflingu undanfarnar 2-3 vikur, ég kann ekki alveg tímaskynið þessu, hafa verið átökin að þá við ekki eiginlega fengið eina spurningu það, heldur bara svona almenn verkefnismál. En spurningin frá Árnýju Elínborgu var, hvaða hæfileika þarf formaður Eflingar að hafa, Ólöf Helga? Já, bara eflaust marga, en ég tel mikilvægt að formaður Eflingar sé gagnrýninn og gagnrýninn á sjálfan sig, tilbúin að vaxa og læra, viðurkenna mistök. Formaður Eflingar þarf að vera hugaður og ákveðinn og örugglega svolítið mikið kappsamur líka með svolítið svona keppnisskap. Já, þetta bara eins og lýsingin á stuðmönnum að vera svolítið wild en snirtimennskan í Veriborgum. Ja. Herðu, nú bara ein spurning eftir og að því að við sem erum ekki í Eflingu og erum að horfa á þetta utanfrá, við varum svo erfitt með að átta okkur á því, vegna þess að við þekkjum það í kosningum í verkalýðshreyfingu að stundum kosningaþátttaka bara 10% eða 20%. Þannig það eiginlega svo erfitt að ráða í það hvernig straumarnir liggja og svo þekkið þið að það alls konar fólk sem bara alls ekkert í Eflingu sem að tjá sig af miklum hita þessar kosningar. Og ef ég má fara núna bara venjulega röð að BSC og þá spurningin svo, Ólöf Helga, hvernig fara þessar kosningar? Ég held að A-listinn vinni og það bara ég er mjög spennt fyrir þessu. Og heldur þú vinni stórt? Heldur þú nái meiri hluta? Já, ég held það. Ég held að ég nái meiri hluta. Þannig að þú fáir umboð til þess að fara inn sem formaður Eflingar og reka stefnu A-listans. Þannig að þú þurfir ekki að taka tilliti til svona þeirra sjónarmið sem að koma út úr B-listanum og C-listanum. Það sem ég að meina stundum sem að svona það sem eru 3, þannig að segjum að þú fáir 37% atkvæða, að þá það talað að það sé veikt umboð og þá þurfi viðkomandi eiginlega að búa til einhverja brú yfir í hinn framboðin. Þú upplifir það að þið muni vinna stórsigur og fá svona óskorað umboð til þess að reka eitthvað stefnu. Já, ég skil hvað þú meinar. Ég bara nú Sólveig og Guðmundur bæði Eflingafélagar og þeirra lista fólk, þannig að sjálfsögum myndum maður þurfa að taka tillit til þeirra skoðana, þannig að já, ég held að ég fái alveg fullt Glimrandi kosningu. Ok, Sólveig Anna, hvernig fara kosningarnar? Ég sannfærð að baráttulistin muni bera sigur úr býtum. Og ég tel að við munum fá gott umboð, góða kosningu til þess að framfylgja okkar stefnumálum og til þess að halda áfram á okkar góðu braut í því að endurvekja raunverulega verkalýðsbaráttu. Ég einfaldlega sannfærð að það verði niðurstaðan og ég bara hvet allt Eflingarfólk sem að horfa til þess að bíða ekki lengur, fara inn á síðu Eflingar, kjósa B-listan sem allra fyrst. En síðast, Sólveig Anna, þá fékkstu 80% atkvæða sem bara fáeirt umboð í sögu verkalýðshreyfingarinnar. Hvað býstu við að fá annað eins eða telur að vera sigur ef að þú, ég segjum bara til dæmis jafnri dreifingu, rétt kemst yfir hinn? Það nú áhugavert að þú rifjir upp þessa góðu kosningu sem ég og félagar mínir fengu, þetta góða umboð. Það hefði náttúrulega átt að duga okkur til þess að vera með njóta þeirrar virðingar, til dæmis inn í hinu svokallaða skrifstofuvirki sem að því miður gerðist ekki. En ég ætla svo sem ekki að ræða það hér. Ég held ekki að þetta fari þannig að þetta skiptist einhvern veginn svona jafnt á milli þessara 3 framboða. Ég hef núna verið að hlusta á það sem að hinir formannsframbjóðarnir hafa fram að leggja og ef ég væri Eflingarkonan sem ég var, láglaunakona á leikskóla, 2 vinnukona til þess að geta leyft mér þann lúxus að reka eigið heimili, þá myndi ég
ekki kjósa C-listann. Ég hef ekki heyrt neitt koma þaðan sem myndi gera það að verkum að ég vildi sóa atkvæði mínu þar og ég myndi heldur ekki kjósa A-listan vegna þess að ég hef heldur ekki heyrt neitt koma þaðan sem myndi sannfæra mig það að atkvæði mínu væri vel varið. Þannig að ég held að umboð okkar verði stórt og raunverulegt og ég held að við munum koma út úr þessum kosningum sem sigurvegarar og sem sá listi sem að félagsfólk Eflingar hefur treyst til þess að leiða hina stóru, miklu og erfiðu baráttu sem framundan er. Guðmundur, ef að þær eru sannspáar þá eru bara farin hann svona 140% atkvæðana og þú fer ekki eitt einast atkvæði. Hvernig fara kosningarnar? Nei, ég bara segja það Gunnar að byrja því að segja að þessi grein sem þetta grein Eflingar sem ég notaði til þess að fá þessi gögn fram á sín tíma listin hennar Sólvögur hann með þá stefnuskránni sinni að úrelt ákvæðum beina ábyrgð stjórnarmanna og starfsmanna til dæmis 11. greinin verði felld úr gildi. Hvað þýðir það, Gunnar? Guðmundur, þú ert að svindla á mér spyrlinu sem búin að vera að stýra þessum umræðum. Þú að svara spurningunni. Hvernig fara kosningarnir í Eflingu? Já, ok. Ég vona að það fari bara vel og þá... Hvað það fyrir ykkur í C-listanum? Er þitt framboð verður ánægður með að fá bara eitthvað svona smá fylgi eða ertu í þessu til þess að sigra og ef þú ert í þessu til að sigra, hvað myndu vinna stórt? Já, ég segi bara eins og landsliðsþjálfarinn sagði, við förum í alla leiki til að sigra, ég segi það sama og ég verð að segja það, mér finnst alveg furðulegt. Fólk kallar að kjósa Sólveigu Önnu og hennar lista til þess að halda áfram búin að fá þessu dóm fyrir kvennfyrirlitningu, ég veit ekki hvað og hvað ætlar hún að gera þetta fólk sem inn á skrifstofunni þegar hún kemur inn, ætlar hún að reka þetta fólk? Hún búin að henda 130 milljónum í starfslokasamninga og vanlíðan fólks. Ég skil bara ekki það fólk sem ætlar að kjósa þessar konu inn að dagfyrir. Ég bara reynilega næði ekki vegna þess að... Nei, Guðmundur, við erum að klára þetta var lokaspurningin og kannski komst þú ekki að því öllu sem við vildi koma í þessu þætti. Kannski höfum við svona annað þátt þessi kosningar standa yfir í viku. En ég ætla við getum eiginlega ekki bara að byrja nýjan þátt. En þú stoppar ekki Sólveigu þegar hún að tala, en þú stoppar mig. Já, það var bara þegar ég var búin að kynna þetta var í síðasta spurningin og þú vilt í staðin fyrir að svara henni bara með einhverjum hætti og svo sé ég ekki alveg tilgangin í þessu, ég get líka að þið séu að lýsa yfir af hverju þetta ekki að kjósa hina, það er alveg augljóst að Ólöf Helga ætlar að kjósa A-listan, Sólveig Anna ætlar að kjósa B-listan og Guðmundur ætlar að kjósa C-listan, þannig það er bara augljóst. En kannski ef að ykkur finnst vera tilefni til þess að ræða átökin sem hafa verið undanfarið, þá kannski bara skellum við okkur í annan svoleiðis þátt. Ég tók svona svolítið mið af því hvað fólk hafði sendt inn sem að vildi fá að heyra og það er búið að vera nóg umræði í öllum fjölmiðlum annað og mér fannst bara að vera þess virði að eiga samræði við ykkur svona verkalýðsmál almennt og ég held þetta hafi bara verið mjög fróðlegur þáttur. Ég er töluverður nær ykkar afstöðu og þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til þess að staldra við rauðaborðið. Hlustundu þakka ég kærlega fyrir þáttökuna. Ég sé að það eru margir sem hafa verið að horfa og margir tekið þátt í kommentakerfunum og þetta er bara búið. Kannski höfum við meiri umfjöllun Eflingu eins og ég segi, það má vel vera. Sjáum til. Takk fyrir í kvöld.